Við ætlum að ljúka föstudagsþættinum í kvöld á því að tala tónlist og hingað til mín komin í settið Guðmundur Rafnkell Gíslason, tónlistarmaður sem eflaust margir tengja við Sue Ellen sem að gaf út plötu í febrúar, Sameinaðar sálir, en ekki ennþá búin að ná að halda útgáfutónleika. Til hamingju með plötuna. Já, takk fyrir, kærlega. Og þetta náttúrulega búið að vera ótrúlegt ár, en þú ert kannski svolítið á skjön við megin þorramanna með að þér finnst þetta ekki búið að vera alneikvætt, samt? Nei, alls ekki sko. Auðvitað veiran neikvæð og margt sem að gerast í samfélaginu mjög neikvætt. En svona í mitt líf persónulega mjög jákvætt árið 2020. Já. Ég verð 50 í febrúar, 19. febrúar og gef það út þessa sólóplötu mína. Já. Sem mín 3. sólóplata. Já. Og hún fékk alveg frábæra viðtökur og svona streymi til dæmis á Spotify á mér á þessu ári hefur aldrei verið meira. Nei, einmitt. Þannig að ég gerði á plötunni Sameinaðar sálir lag sem heitir Perla. Já. Sem fjallar Alzheimer-sjúkdóminn og Bubbi Morthens syngur með mér. Já. Og það lag gerði mjög mikið fyrir plötuna og já, það gekk mjög vel, fekk mjög jákvæða athygli. Náði töluverðu flugi. Já, náði töluverðu flugi og það líka alltaf gaman fyrir tónlistarmann að hitta á að syngjum eitthvað sem enginn hefur sungið áður. Já. Skilurðu, ég var svo sem ekkert að pæla endil í því, ég segi mjög vel texta bara að þeim langar að fjalla eitthvað efni, var ekkert að pæla í því, en svo gerði ég mig grein fyrir því að það var ekkert annað lag, þannig að það voru svo margir að tengja við það, kannski líka þess vegna. Þess vegna, já. En svo fyrir utan þetta ég var semst 50 og er ekki búinn að halda upp á 50-sambal mitt eða. Nei. Ég ætlaði að halda upp á það í sumar á Eistnaflugi á Þungaráshátíðinni. Já. En henni var náttúrulega frestað eins og öllu öðru á árinu. En svo var ég líka afi á árinu, 7. júlí. Til hamingju með það. Eignaðist barnabarn, strák, sem heitir Eilífur Oddi og það náttúrulega toppurinn eins og allir vita sem hafa orðið afar. Já. Og við hjónin náttúrulega alveg rosalega kátt með það að eiga barnabarn. Auðvitað. Þannig að það bara mjög margt skemmtilegt gerst á þessu ári, þrátt fyrir allt þetta. Og svo ég að gefa út nýtt lag núna. Já, einmitt, ég ætlaði að koma að því að þú slærið ekkert slöku við og ert búin að semja nýtt lag. Já. Og segðu okkur svolítið frá því, það heitir Svona er lífið. Já, Svona er lífið. Og ég var alls ekkert að hugsa að gefa út lag núna. Nýbúin að gefa út plötu, hún svo sem ennþá lifandi og í einhverju spilun og fólk að hlusta á hana og svona. Svo bara var ég að semja, ég sem alltaf bara nánast í hverju viku eitthvað. Já. Og þá verður þetta lag til og bara ósjálfrátt samtíð ástandi í dag sem semst COVID. Já. Og það heitir semst Svona er lífið. Og það fjallar samt okkar þrá, hvað okkur langar að faðma aftur og heilsast. Bara eins og ég kem inn til ykkar, í dag, það er leiðilegt að taka ekki höndina þeim. Já. Skilurðu, bara svona einföld lítil atriði. Og svona þemað í textanum að við megum ekki gefast upp, af því þetta var áður en varið, þá verður þetta búið. Já. Treysti ég á, og veit, samkvæmt öllum fréttum. Þannig að við verðum bara að þreyja þorrann og góuna eins og ég segi í textanum. Já. Og vonum að allt verði eins og það var, þannig séð. Já. Við komumst ekki, og ég held að veit ekkert af þeim skilaboðum og að stappa stálinu í fólk akkurat. Af því að það er svo oft þegar maður gengur ekki erfiðleika, manna finnst þeir svo erfiðir og svo lengi að líða. En síðan kannski 2 ára seinna þá hugsaði mér, þetta var nú bara smá tímabil. Þetta var ekki svo langt. Það var ekki svo erfitt. Nei. Auðvitað er þetta svakalega erfitt og það er fólk að veikjast alvarlega og deyja og allt. Ég er ekki að draga fjöður yfir það. Nei, alls ekki. En við hinn sem vonandi sleppum, svona bara vel, að þá vonandi getum við bara allt í einu, já, þetta er búið og lífið er aftur, ég get tekið höndina þér og ég vil faðma þig að lokum og alltaf, skilur við. Einmitt. Það er bara, ég var bara að hugsa þetta og samti lagi, tók það bara síman eins og ég gerði og svo var ég að senda Jóni Ólafsinni sem minn nánasti samstarfsvinnur í músíkinni, hefur verið undanfarin ár. Senda honum þetta lag bara, svona einhver ralni, ég var að semja lag og svona senda honum og hann bara, heyrðu, þetta nú bara svo, þetta á svo mikið erindi núna, ef þú ætlar að nota hennar texta þá þarf ég að gefa þetta út núna. Já. Hann svolítið skrítinn að gefa hann út eftir 1 ár eða 2 ár. Já. Þannig að þá bara, og þetta var nú áður en að síðasta bylgjan byrjaði, þannig að maður mátti ennþá ferðast milli landsluta, þannig að ég fór suður og tók lagið upp. Já. Og svo höfum við unnið þetta náttúrulega bara eins og maður vinnur músík og ég hef alltaf unnið músík mikið í fjarvinnu, Já. Það margir að tala það sé svo nýtt út á COVID-inu, En við sem höfum búið í Neskaupstað eins og ég, og það er nánast allt í Reykjavík, skilur við, fyrir utan N4 náttúrulega. Þá er maður vanur því bara gegnum árin að vinna í fjarvinnu. Þannig að það er svo sem ekkert nýtt. Kemur ekkert flatt upp á mann að þurfa að gera það.
En til dæmis núna ákvaðum við að gera sér myndband við lagið. Já. Og nú var náttúrulega þessi bylgja gengin aftur yfir og ástandið mjög alvarlegt og COVID og ég langar að hafa alla sem spila með mér í laginu í myndbandinu. Þannig að það er bara hver og einn sem tók upp myndband af sjálfum sér, heima hjá sér. Já. Og svo klippum við það saman. Þannig að við hittumst ekkert í myndbandagerðinni. Nei. Við hittumst samt svona sumir þegar við vorum að taka upp lagið, sko. Já. En það var bara fundnar aðrar lausnir. Já, akkurat, og það er náttúrulega eitt að jákvæða við COVID að það hafa fundist marga nýja lausnir á alls kyns málum. Já. Og COVID er gott fyrir umhverfið, við þurfum ekki að ferðast, mikið, við getum alveg fundað, veist, í gegnum tölvuna og síman. Einmitt, og myndbandið er komið í loftið, það er ekki komið í loftið, þið ætlið að frumsýna það. Ég ætla að segja, það er frumsýna, en í kjölfarið, hérna í þættinum Tónlist og N4 sem byrjar strax á eftir föstudagsþættinum. Já, akkurat, ef fólk endist til að hlusta spjallið við okkur. Já, sem það gerir. Býður aðeins, þá sér það myndbandið eftir smástund, já. Og í framhaldinu kemur það svo á YouTube og svona Facebook og YouTube helgina og allt svona. Ég læt bara vel vita að mér á Facebook, fólk finnur mig sjálfsögðu þar. Já. Og tónlistin er náttúrulega á Spotify. Á Spotify og platan og þannig að fólk finnur þetta allt saman þar. Já, akkurat. Og mér langar að benda fólk og varðandi tónlist, sko, að varðandi íslenska tónlist sérstaklega, að ef fólk vil styðja við íslenska tónlist, þá náttúrulega hlustar það á hana á Spotify. Já. Það er mjög lítið sem við fáum, sem við erum að gera tónlistina. Já. En sko, ef þú smellir líka follow og hjartað á tónlistamanni sem þið þykir vænt þá svona ekstra spilun, þetta hefur allt svona keðjuverkandi áhrif. Einmitt. Þannig ég hvet allavega sem eru að nota Spotify. Ef þið finnst Stebbi Hilmars eða Jón Ólafsson eða Bjartmar eða eitthvað skemmtilegur og ert að hlusta, smelti þá líka follow eða hjarta. En það munar um það. Tónlistamanninu þykir vænt um það og það verður jafnvel svona meiri spilun í kjölfarið. Einmitt. Það er mjög góð skilaboð. Ég held að það er margir sem vitið þetta ekki. Nei. Þetta er lítið klikk fyrir hlustendur, en stórt klikk fyrir okkur tónlistamenn. Einmitt. Það er gott að klikki út með þessum skilaboðum. Ég hvet fólk til þess að sitja áfram og horfa því að núna verður alheims frumsýning. Já, þetta er mjög spennandi og skemmtilegt myndband. Já, á þessu myndbandi. Við svona er lífið. Já. Og við höldum í þá vona að þessi góði boðskapur, að þú ert að stappa ykkur stálina þetta. Já, þetta verður búið. Þetta verður búið áður en við vitum. Þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Takk fyrir að fá mig. Föstudagsþátturinn verður þá ekki mikið lengri að sinni en endilega horfið áfram því að Tónlist á N4 er rétt það bil að hefjast. Við sjáumst í næstu viku.